Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4. Til mín komin varastórsýr Oddfellow-reglunar á Íslandi, Stefán F. Sigurðsson, velkomin. Takk. Var þetta ekki rétt? Varastórsýr? Jú, það rétt. Og þú ætlar aðeins að útskýra þetta orð. Sá sem yfir Oddfellow-regluna á Íslandi hefur heitið stórsýr. Já. Og þetta komið úr ensku, þetta er ensku Grandsire, sem svona merkinguna eiginlega ættfaðir eða þannig, sá sem svona þetta er svona í gömlum ættum, þá var einhver ættfaðir til. Og það sem þetta eru allir bræður og systur í Oddfellow-reglunni, þá er einn ættfaðir, en svo er einn varastórsýr fyrir bræður og einn varastórsýr fyrir systur. Okay. Og þessi stórsýr, getur það líka verið þá kona í dag? Gæti það verið? Já, í dag gæti það verið kona. Það hefur ekki verið kona fram að þessu, en allar lög og reglur hjá okkur gera konum kleift jafnt sem körlum að verða. Og það breyttist bara hvenær? Það breyttist bara fyrir nokkrum árum. Já, það var svona karlaregla. Já, hún var karlarnir stýrðu reglunni. Þetta búið að vera, konur búin að vera í reglunni í sjálfu sig síðan 1851. Reglan sjálfstofnuð 1819 og þá voru bara karlar fyrst. Svo koma konur inn 1851 og það er svolítið sérstilt að það gerist í Bandaríkjunum, það sem reglan stofnuð. Og það varaforsti Bandaríkjanna sem Oddfellowi, Siler Colfax, sem að vinnur í því að stofna kvennareglu 1851. Og síðan hafa konurnar verið með. En karlarnir eins og var nú tíðkaðist þá, þeir stýrðu hlutunum. Konur voru ekki með kosningar, það var alltaf karlarnir sem pössuðu þar og héldu utan þeirra sem sína fjölskyldu. En sem betur fer þá hefur þetta þróast. Og það hefur sýnt sig að konurnar eru alveg jafnbráðar körlunum, nákvæmlega. Og til hamingju með afmælið, ekki 200 ára afmæli Oddfellow-reglunar hér á Íslandi? Jú, þetta sérst Oddfellow-reglan í heild, alheimsreglan. Hún álitin stofnuð svona formlega 1819 og þessna 200 ára afmæli í ár. En íslenska reglan 101 árs. Það fyrsta stúkan stofnuð hér á landi 1897 og það var 100 ára afmæli íslensku reglunar í fyrra. Já, þannig að það afmælis ár, bara ár eftir ár. Það má segja, ég hitti fyrra var það eiginlega, 97. Þannig að núna ætlið að halda upp á þetta 200 ára afmæli alheimsreglunar með því að opna húsin ykkar upp á gátt, ekki satt? Jú, og það í fyrst skipti sem það gert. Að þessi regla hjá okkur, Oddfellow-reglan, hefur nú oft verið álitin svona svolítil leyndarregla. En þó hún sé það ekki sjálfu sér, það ákveðnir hlutir í reglustarfinu sem við tölum ekki út á við. Og það eiginlega það sem leyndin, að við tölum bara ekkert það út á við. Og við bara samþykjum það þegar við göngum í regluna að þetta sé okkar mál og við séum ekki að ræða það út á við. Þannig að þýðir ekkert fyrir mig að spyrja hvað nákvæmlega það sem þið gerið sem þið viljið ekki segja frá. Já, það í raun og veru, má segja, leyndin sem við erum með í þessu okkar bara fundarsiðir og fleiri kringum það sem eru óbreyttir eiginlega frá upphafi. Og við viljum hafa það svona óbreytt, þetta sérkenni reglunar og við viljum hafa það fyrir okkur. Og það það sem leyndin byggir á í raun og veru. Allt annað má vera opinbert. Eins og til dæmis svo stefna að vera betri í dag en í gær, það ekki? Mannræktar samtök. Já, mannræktar samtökin, mannræktar hugsunin hjá okkur svo að við séum alltaf að bæta okkur sjálf í samvinnu við aðra. Við erum ekkert betri heldur en annað fólk. Nei. Við lítum ekkert á okkur betri heldur en annað fólk. Við viljum bara bæta okkur sjálf frá degi til dags og vinna því. Það mannrækta hugsun. Og láta gott af ykkur leiða án þess að ætlast til að fá eitthvað í staðinn. Það líka eitthvað. Já, það hefur verið. Og það náttúrulega ekki mikið vita hvað Oddfellow-reglan hefur verið að gera. Kannski vegna þess að það þessi hugsun að þú átt að hafa ánægju af því sem þú gerir. Þú átt ekki endilega þurfa að segja það, bera það á torg. Og það hefur verið hugsun allan tíman. Þín innri ánægja yfir því sem þú hefur gert án þess að þurfa að hreykja þér aðri við aðra. Og við ætlum að reyna að halda því áfram. Við ætlum að auka örlítið að fólk viti hvað við erum að gera. Og til dæmis eins og bara síðastliðið ár þá voru þetta 148 milljónir sem að reglan lagði til góðgerðarstarfa.
Og hvernig aflar reglan þessara peninga? Með söfnunum eða bara úr eigin vasa? Úr eigin vasa. Já. Hún gerir úr eigin vasa, öll reglusískinni borga mánaðargjald og mánaðargjaldi rennur í þessa sjóði okkar sem við notum og hluti af því fer síðan til þess að reka sjálf húsin og fleira í kringu reglustarfið. En við erum með sjóði, allar stúkurnar eru með sjóði og svo erum við með sameiginlega sjóði, styrktar og líknarsjóð oddfellóreglunar. Og sá sjóður styrkir alla sameiginlegu hlutina sem við gerum. Eins og til dæmis Vífilsstaðir voru reistir fyrir hluta fínu kom frá Oddfellow. Já, það gerði það. Vífilsstaðir voru byggðir upp vegna starfa Oddfellow-reglunar og fjármögnuð af Oddfellow-reglunni og síðan tóku aðrir aðili við rekstrinum. Sama gerðist með Holtsvíkarspítalann í Laugarnesi. Það voru danskir Oddfellow sem komu hingað og byggðu hann upp fyrir söfnunarfé frá Danmörku. Og ráku, síðan var hann afhentur Oddfellow-reglunni sem að rak spítalinn áfram. Og líknadeildin í Kópavogi, ekki satt? Líknadeildin í Kópavogi annað dæmi. Það höfum við reynt að gera bara í Kyrrþey. Og við veljum oft svona verkefni sem verða svona svolítið okkar verkefni sem að við getum sinnt sem okkar málefni og reynum að gera það svolítið í Kyrrþey. En það nokkuð leyndarmál að nú verið að huga líknardeild hér á Akureyri og þið ekki eitthvað að styðja það? Við kunum bara orða þannig, við erum tilbúin að byggja líknardeild hér á Akureyri. En við teljum okkur ekki fært að reka deildina. Nei. Við viljum fá aðra aðeins að taka við henni og reka hana og erum bara tilbúin með fjármagn og allt saman til að byggja hana upp hér fyrir norðan og býðum raun og veru bara eftir ljósi, grænu ljósi, að fá að hefja það starf og það í umræðunni. En það ennþá svona svolítið tregða að það eins og það sé ekki nógu margir á Akureyri sem þurfi á líknardeild að halda. Sem of lítil bara og fá og smá. En við þurfum bara að breyta þessum hugsunargangi. Við þurfum ekki að safna upp ákveðnu fjölda. Einn einstaklingur nóg, segjum við. Tíminn að hlaupa frá okkur en við ætlum bara að minna á þetta opna hús. Þetta 1. september. 1. september á sunnudaginn og húsið opnar klukkan 1 og opið til klukkan 5 og allir velkomnir að kynna sér starf Oddfellow. Þar verða Oddfellowar til að segja frá þessu og þá aðalega fólk sem kemur að njóta þess að skoða húsið og njóta þess að tala við Oddfellowana og gefa þeim tækifæri til þess að segja af hverju fóru þeir í Oddfellow. Hvað það sem Oddfellow að gefa þeim og af hverju eru þeir þar áfram borga sitt fasta mánaðargjald. Ár eftir ár. Ár eftir áratug eftir áratug. Það eru til Oddfellow sem hafa verið í reglunni í 70 ár. Bara takk fyrir komuna, allir hamingju með afmælið og það eru kaffi og vöfflur líka á boðstólum, ekki satt? Já, það er kaffi og vöffluilmur í húsinu. Takk fyrir komuna. Takk. Slott. Já.